Uppskrift að góðum degi unnin í samstarfi við Uppbyggingasjóður Norðurlands eystra. Auðlindir okkar hjartans mál. Nýtum þær saman á skapandi og skemmtilegan hátt. Eimur.is. Það komið að því. Við erum á leiðinni í nýjan dag. Þótt sólin sofi út á þessum árstíma, þá erum við vöknuð og klári að byrja daginn. Já, við. Ég nefnilega ekki einn á ferðalagi, heldur krúið með mér. Rakel, Stefán og Árni myndatökumaður. Við ætlum saman inn í þennan góða dag sem framundan. Við byrjum á flugi með Norland Air til Þórshafnar með millilendingu á Vopnafirði. Já, ég sagði millilendingu. Ekki vissi ég væri millilend í innanlandsflugi á Íslandi, en hún reyndist lykillinn að upplifuninni og ég hefði alls ekki viljað sleppa henni, því það var hún sem gerði ferðina að sannkölluðu útsýnisflug. Það eru komin á Þórshöfn, veðrið ekkert sérstaklega frábært, það rigning og pínu kalt en við þurfum ekkert að láta það skemma neitt fyrir okkur, það verður góður dagur í dag. Við byrjum á bárunni á Þórshöfn, þar sem við hittum hann Nick. This building was the original fish factory in Þórshöfn, probably back until the late 1950s. Now it's a restaurant. I've been coming here for some years before I decided to move, and I saw the potential with tourism and to develop some nice food, and so the opportunity just came up and I decided to stay here and buy the place. You know, I think it's very easy to fall in love with the nature around here, and you know, also the feeling when you're going out to Långanäs, just the feeling of being alone. I think it's a nice place to come to get away from everyday busy life, you know, from Europe or the US. We were looking 4 years ago for an activity to bring people here, to make it, you know, more attractive for people to have something to do, and just I was talking with some of the people, the local people from town, and we thought that kayaks would be a good idea. This is, you know, something that I enjoy doing, so we've tried it and it works. Sometimes it doesn't work if the weather's bad, but usually we try to show people a good time. Is it difficult? I want to try it, but I've never been. Is it difficult? No. In fact, I think it's a great day to go kayaking. It's a little bit ugly outside, but it's not windy, and that's the most important thing, to have it quite calm. Like I say, the weather is ugly, but you can still have a good time kayaking. Absolutely, yeah, absolutely. What do you recommend doing around here when I'm in Þórshöfn? Well, after your kayaking, I recommend that you have a nice meal here, and I don't know if you know much about leader sheep. No, I don't. No, this is one of, you know, sheep farming is one of the biggest activities around here, and it's a livelihood for the people. And there's something called a leader sheep, which most people have never heard of before. In fact, I think they're only native these days to Iceland. So we have a great leader sheep museum. So, cup of coffee, kayaking, lunch, and then leadership. It sounds good. Absolutely, yeah. Nick segir að kajakinn sé þannig byggður að maður geti ekki hvolft honum. Ég veit ekki alveg hvort það satt eða hvort hann sé að reyna að telja mig kjarkinn þar sem ég hef aldrei farið á kajak áður. Hann kennir mér hins vegar grunnatriðin og ég held af stað. Dálítið eins og að læra að hjóla. Leið á maður komin á stað og fann taktinn, þá var þetta ekkert mál. Veðrið ekkert spes, ég var að segja það, en skipt þetta ekki máli. Við erum að gera eitthvað nýtt, nýjum stað, og það alltaf skemmtilegt. Málin að fá elda fyrir okkur og ég neitaði ekki, það var mjög kærkomin máltíð eftir kajaktúrinn.
Forystufé einstakur stofn sem finnst hvergi annars staðar í heiminum og hefur verið órjúfanlegur hluti að sauðfjárhaldi Íslendinga allt frá upphafi byggðar. Á Svalbarði í Þistilfirði hefur verið stofnað fræðafélag og setur forystufé. Ef einhver þekkir þennan stofn þá það hann Daniel sem tekur vel á móti honum. Þetta var til fyrir svona 6-7 árum varð hugmyndin til. Þá þegar ég kom hérna í þessa sveit þá kynntist ég forystufé, það aldrei séð það vinna fyrr og ég var svo hugfanginn á þessu og fékk fólk með mér að stofna félag í kringum það að byggja svona upplýsingasetur það og fengum gefins þetta gamla félagsheimili hér og svo var þetta byrjaði að rífa allt niður í sjálfboðavinnu og svo var þetta byggt upp og svo var hér opnað fyrir 4 árum eins og það núna. Forystufé sér stofn af kindum sem að öðruvísi en hinar kindurnar hér á landi. Þær eru með svona, það sérstakt gen í þeim sem að stjórna því að þær finna á sig veðrabrigði í loftinu sem nú fullt af sögum til björguðu þar með kindum í slæmum veðrum og svoleiðis og þær stjórnuðu því þegar féð var sett á beit og þetta hefur bara lifað með þjóðinni frá upphafi byggðar hérna og eins og sér hér í kring, þetta mismunandi á litinn og allt svoleiðis og þetta fé haldið vegna gáfnanna, ekki vegna kjötsins en þetta viðurkenndur sérstofn og eini staður í heiminum sem þetta til það hér á landi og þetta svona 1000 hreinræktaðar skepnur. Ég nú hérna í peysu sem prjónuð af vinkonu minn á Leifsstöðum, prjónuð úr þetta bara lopi og forystukind, þetta náttúrulega mýkra en venjulega lopapeysur. Svo nú líka það við að þú klæðist flík úr ulla forystufé þá segja gamlar sagnir að þú ratir alltaf heim. Þannig að það nú viss kostur líka. Það óneitanlega kostur að rata alltaf heim, en það var ekki kominn tíminn til þess alveg strax. Þegar við vorum að fara frá hún Daniel þá mælda með því að við myndum kíkja á heimskautsgerðið. Ég fór hérna inn á norðiceland.is. Þar stendur að heimskautsgerðið sprottið upp úr vangaveltum Erlings Thoroddsen hvernig hægt að virkja endalausa víðáttu þar sem ekkert skikir á sjóndeildarhringinn, heimskautsbirtuna og miðnætursólina. Þannig að við ætlum að kíkja þangað og vonum að þokan verði ekki allt of mikil þannig að við sjáum eitthvað. Þetta miðar ágætlega hjá okkur, það mætti segja að við þokumst áfram. Þetta alltaf mikilfenglegra en ég átti von á því ég sá þetta frá veginum. Þetta mikið stærra og meira einhvern veginn. Hugmyndin fengin úr dvergatali Völuspár og Snorra Eddu, þannig að spurning hvort við sjáum einhverja dverga hérna. Við koma það. Skjálfanda stendur bærinn Húsavík. Þar hafa menn og konur baðað sig í sjó svo árum skipti og þá að tala heitan sjó en ekki kaldan.
Talið að það hafi góð og jafnvel læknandi áhrif á húðina. Þar ætlum við að byrja, í Sjóbaði á einum fallegasta útsýnisstaðnum við Húsavík. Ekki eins og okkar í sund. Þetta eitthvað allt annað, eitthvað alveg einstakt. Ég veit að útsýnið hérna á að vera stórbrotið, en mér finnst líka ákveðin sjarmi yfir því að hafa þetta svona, eins og þetta núna. Ég ætla að njóta mín í botn. Þótt að sé gaman, þá má maður ekki gleyma því að næra sig, en gúllasúpan hjá sjóbúðunum send okkur vel nærð af stað. Uppskrift að góðum degi er unnin í samstarfi við Uppbyggingasjóður Norðurlands eystra. Auðlindir eru okkar hjartans mál. Nýtum þær saman á skapandi og skemmtilegan hátt. eimur.is